Fyrir Jóni síðustu kom út sjálfsævisaga Karls Sigurbjörnssonar biskups, skrifað í sand, minningabrott. Hann féll frá árið 2024 en skildi eftir sig í handriti þessar endurminningar. Bókin hefur verið til umfjöllunar í bókaklúbbi Spursmála núna í janúarmánuði og ég hef fengið hingað til mín séra Hrein Hákonarsson, fyrrverandi fangaprest og prest með meiru, sóknarprest margra ára sömuleiðis, sem þekkir kirkjuna og sögu kirkjunar á 20. og 21. öld mjög vel. Hann líka ritstjóri Kirkjublaðsins sem sjálfstæður fjölmiðill málefni kirkju og trúar. Vertu velkomin í þetta. Já, þakka þér fyrir það, Stefán, og þakka þér fyrir að bjóða með hingað. Gaman að koma hingað og sjá þetta allt saman hjá okkur, hvað þetta bara myndalegt. Ég þakka þér fyrir, við gerum eins vel og við getum að vissa kosti. Ég velti mikið vöngum yfir því hvernig ég ætti að fá til þess að ræða þessa bók. Það alltaf persónulegt að ræða ævisögur manna, ef maður ekki færi á að ræða við söguhetjuna sjálfur. Þú ritaðir þessa bók í Kirkjublaðið ekki svo löngu eftir að bókin kom út. Hefur verið ásamt mér sennilega í hópi fyrstu manna til þess að plæja þig í gegnum þennan mikla texta. Hvað fór svona í gegnum huganum þegar þú fórst yfir þetta höfundarverk Karls? Þetta eins og segir heilmikil texti og það fyrsta sem komið nú bara óvart hvað þetta var stór og mikil bók og hún hafi farið býsna sjótt í jólabókaflóðinu, aðrar bækur áttu sviðið og aðrar ævisögur, til dæmis ágæt ævisaga séra Braga eftir hann Hrannar Braga Jónsson, en þessi fór aðeins svona hljóðlegar og það var kannski í stíl þess mann sem skrifaði hana, því að Karl fór oft ósköp svona hljóðlega þó að eftir honum væri tekið. En það sem sló mig nú fyrst var bara hvað þetta falleg bók. Fór á skoðana sem prentgrip. Það er afskaplega mandað til þessarar bókar og hún mjög efnismikil og það flög út hugan að hann hlýtur hafa byrjað á þessu verki fyrir alllöngu, því að svona verk ekki fyrst úr erminni á einum sólarhring eða einu ári. Það var það fyrsta sem flög hugan. Og hann hafði þetta síðustu árin glímt við erfiða vágest, krabbamein og vantarlega skort þrek með það sem áður var. Já, það alveg rétt því að hann fær krabbamein 2017 og það náttúrulega var mjög erfitt en það komu tímabil sem voru góð á milli og hann var afskaplega duglegur maður og svona að ég held harður við sjálfan sig og það hefur komið fram á fundum og haft eftir konu hans Kristínu að hún hef alltaf verið svo ánægð í hans veikindum þegar hún heyrði að hann var sestu við tölvuna og byrjaði að skrifa milli erfiðra lyfjagjafa. Þannig að hann sem var fullur af krafti þrátt fyrir að þetta mein sætti hart á honum. Já, hann lifir rúman áratug eftir að biskupsþjónustunni formlegu líkur og það eitt af því sem maður tekur eftir í lokahluta bókarinnar að honum féll ekki verk úr hendi. Hann fór að sinna prestþjónustu við dómkirkjuna og skrifum þýðingarvinn og öðru slíku. Já, svo hann hætti sem biskup 65 ára og þá á að þetta mjög góð ár og eins og segir hann hóf störf við dómkirkjuna og var afskaplega vel liðinn þar og hann sagði oft frá því hvað hann hefði í raun og veru verið ánægður með það þjónustu og það hefði bara verið einn sá besti tími í lífi hans, þjónustan við dómkirkjusöfnum. Og hann skrifaði og þýddi, hann var mjög afkastamikill á ritvellinum
miða við það að til dæmis þegar hann var á biskupsdómi þá var hann líka skrifandi og þýðandi og eins eftir hann hætti þýddi margar bækur sem sumar hverja voru kannski ekkert auðveldar í þýðingu en að sé það einhvern veginn fyrir sér að hún hafi ekki fallið verk úr hendi og þá dettur mann í hug að hann hefur kannski verið líkur föður sínum sem var náttúrulega mjög afkastamikill og skrifaði margt og ætíð vakandi þegar var að ræða kirkjumál og samfélagsmál. Áður við kannski rekjum okkur í gegnum bókina, förum yfir æviferil Karls, þá hefði ég áhuga að staðsetja þig aðeins í þessu, þar að segja Karl, hann fæddur 1947, þú ert 5 árum yngri en hann. Já. Þið eru báðir guðfræðingar og prestar. Getur þú sagt mér, lágu leiðir ykkar saman snemma á þessum ferli eða hvernig fór það? Já, ég minnist þess nú að hafa séð Karl fyrst á Tómasarhaganum, en þá var biskupsbústaðurinn á Tómasarhaga. Tómasarhaga þetta númer 17 og ég bjó nú ekki langt frá, en ég sá þá bræður ganga ut Tómasarhagan og Smyrilsveginn kannski á leið í skólan, búið piltar í frökkum og aðeins kannski svona öðruvísi en aðrir á svipum aldri. En það komu þeir náttúrulega úr öðru umhverfi. En síðan þegar ég var prestur þá kynnist ég honum eins og prestar kynnast hver öðrum í þessu kirkjulega samhengi og það er auðvitað misnáið og það er nú gjarnan svo að prestar á svipum aldrei draga sér saman, fólk sem hefur verið á svipum tíma við námi í deildinni og þar fram til kvöldunum. En eftir að hann var biskup að þá kynnist maður honum með öðrum hætti og maður fann það svo sem strax að þarna var maður á réttum stað. Eins og svo sem ég rakti reyndar í minni umfjöldunni í kirkjublaðinu að hann var að mörgu leyti mjög vel undirbúinn undir það að verða biskup. Hann var ákaflega vel menntaður, hafði verið í Bandaríkjunum og hann hafði verið þó ekki reiki í ensku prestaskóla og svo hafði hann verið við skiptininn í Bandaríkjunum og auk þess var hann tíma í Danmörku á lýðháskóla og svo kemur hann, eins og við erum kannski eftir að ræða hér á eftir, úr þessari sterku kristilegu fjölskyldu. Þannig að allur hans bakgrunnur hlaut að verða honum ákveðin stóð og styrta í biskupsembætti, þó að maður getur líka kannski hugsað sér að það hafi hugsanlega orðunum líka einhvers konar fjöturlum fót. Það hefur án efa haft áhrif á hans feril samanburðurinn við föður hans. Sigurbjörn Einarsson er nú talinn einhver mesti, ekki allra mesti kirkjuhöfðingi Íslands á 20. öld og virtist jafnvígur á fræðin, fornmálin, sálma sem hann orti og var neð þeimdur. Það lítur að hafa reynt á. Það er aðri mæli hvar það settir á menn sem er í þessari stöðu heldur en kannski menn sem hefur komið úr allt annar átt og ekki átt föður af þessari stærðargráð. Já, ég held það að fólk almenningur hafi séð föður hans á nokkur leyti í honum því að þeir voru ekkert svo ólíkir, hvað til dæmis svona raddblæ snerti og Karl var mjög skörulegur í allri sinni predikun og hann kom inn á bæði
sem sé guðfræði og hann var á öflum, getur maður sagt, biblíufastur, en líka gat hann skoða texta út frá svona öðrum frjálslyndu sjónarmiðum og svo líka fjallaði hann samfélagsmálin, kjör fólks í landinu. Og ég held að þegar hann var kjörinn biskup þá hann hafi að hluta til haft áhrif að fólk var að leita að einhverju traustu eins og var í tíð föður hans og í tíð eftirmanns hans, Péturs Sigurgeirssonar, eftir það tímabili kirkjunni sem var afskaplega óþægilegt fyrir kirkjuna, Ólafsmálin, og dró að þessu leyti mikinn kraft úr henni og veikti hana í samfélaginu. Það ríkti ófremdar ástandina kirkjuna vegna þess. Já, það má segja að það var ófremdar ástand og þetta voru það mikil alvörumál og það var ekki vita hvernig ætti að taka á þeim og við komum að því síðar hvernig þau lenda svo í fanginu á Karli. Ganga aftur eins og einhvers konar draugur. En hann var sem sé einhvers konar von held ég kirkjumaður það að nú væri þetta að reisa krossin upp aftur, reisa hinn fallna og fána upp og hefja sem sé kirkjustarf í friði fyrir alls konar ásökunum, alvarlegum ásökunum sem þurfti að taka auðvitað á. Förum yfir biskupstíðina og þessi stóru mála eftir, en ef við bökkum aftur eiginlega upphafinu þar sem að Karl að lýsa þessum heimi sem að þú verður vitni að það á Tómasarhaganum, þar sem þeir eru ungir drengir, faðir þeirra fyrst kennari við háskólan og þetta prestur í Hallgrímskirkju og síðan biskup. Hann lýsir með ótrúlega nákvæmum hætti þessum hluta ævi sinnar. Man eiginlega rekur rogastan þegar hann fer að telja upp nöfn á húsdýrum á sveitabæjum þar sem hann dvaldi sumarlangt og annað að þeim tók. Já, hann hafði augljóslega mjög gott minni og það kemur einmitt fram í þessari skemmtilegu frásögn úr lífi hans þegar hann aðalast upp á Skólavörðuholtinu, getur maður sagt, Freyjugötu, og fer nána svona og bara hús úr húsi og segir frá fólki og mannöfn og ýmis atvik og eins og þú líka nefnir húsdýr á bæjum þar sem hann var í sveit fyrir austan. Þannig að hann hefur þetta næma minni og svo hann afskaplega ritfær maður og maður dáist að textanum bara rennur viðist bara vera svona koma sjálfkrafa og þetta fallegu texti og oft mjög svona ljóðrætt og það nú reyndar oft sagt svona ævisögur að besti hlutir eru alltaf sem sé sá partur þar sem æskan og unglingsárin eru rifjuð upp og menn dvelja lengi við þá og kannski muna fyrir það betur heldur en annað sem síðar kemur. En það var líka mjög athyglisvert í þessum þætti minningarnar á Skólavörðuholti, þessar göngurferðir með föður. Þegar faðirinn fór með börnin, ég held eitt og kannski fleiri einu í göngurferðir og ræddi við þau á leiðinni. Og þetta voru langir göngutúrar og hann hefur náttúrulega ekki verið að tala neitt hégóma. Hann hefur eflaust verið að fræða börnin og fræða dreikinu og kannski hafa í kerstundum í guðfræði á Skólavörðuholtinu
leggja línurnar. Leggja línunar og það var nú oft sagt að það hefði verið rætt mikil guðfræði við eldhúsborðið á Freyjugötu og þar hafi verið svona guðfræði seminar og síðan var það móðirinn og má ekki gleyma þætti hennar Magneu Þorkelsdóttur sem svona eins og vakandi engill yfir öllu og heldur svona heimilinu gangandi með afskaplega virðist vera bara ljúfum hætti og svona en þó heimbeittum og skipulöðum og það kemur fram að hún sem sé bað með þeim bænir og sáum sem sé bænahaldið á kvöldin þó hann gerði stundum en hún var þessi mikla trúkona og sem sé bað með sínum börnum. Eitt af því einmitt sem maður tekur eftir í þessum kafla, þess að ég tek undir að með dásamlegur að þar þetta bregður fyrir fleiri mönnum sem að við báðir kynntumst, bræður og systkini Karls, sérstaklega nefni ég Árna Berg Einar, prófessor, guðfræðiprófessor, þeir eru fleiri bræður, Gunnar auðvitað og Björn. Þarna bregður þessum, leyfi mér að segja kirkjuhöfðingjum fyrir sem börnum í leik og alls kyns uppákomu. Manni finnst eiginlega hálf skrítið að lesa frásagnir af þessum mönnum sem að maður kynnti sem merkum prestum og prófessor. Já, það er alveg rétt en allir voru einhver tíma börn og það sérstaklega gaman þess að myndirnar af þeim. Það margar gamlar myndir þarna af drengjunum sem nefnir, Einari Árna Bergi og Gunnari þessum sem yngstur og svo Þorkalli sem var alltaf kallaði Totti og svo er hann þá systurnar þarna, Rannveig og Gíslurún og þetta er stór og mikill hópur af velgerðum börnum sem öll áttu eftir að láta til sín taka með einum eða öðrum hætti í samfélaginu. Þorkella á sviði tónlistarinnar og Árni Bergur sem veliðinn sóknarprestur og líka háskólakennari og Einar prófessorinn og Gíslurún sem nú nýláti var mikil listakona í höndunum og Rannveig var í hjúkrunarkona og var í forsvari fyrir Kristiréttfélag heilbrigðisstétta og mikil áróðurskona fyrir því að konur væri með börn sína brjósti á den tíma þegar það var komið í tísku og hafði ekki á brjósti og Gunnar sá yngsti, hann er lifandi og er í Svíþjóð, einhvers konar sjúkrahúsforstjóri og svo var Björn sem var prestur í Danmörku og skáld, ljóðskáld. Þýddi meðal annars passíu Salomon á dönsk. Glæsilegum hætti. Þannig að það má eiginlega segja að náttúrulega eins og uppbeldinu er lýst þarna á Freyjugötunni og Skólavörðuholtinu að þá hafi það skilað mjög svo hæfum einstaklingum úti í samfélagi sem gerðu landi og þjóð heilmikið gagn. Já. Hann rekur þarna líka á háskólaárum þessa tíma sem hún nefnir þessi skiptin í Bandaríkjónum þar sem hann lifir að alvarlegt bílslys sem er alveg mögnuð frásögn en ef við förum aðeins hratt yfir söga þá líkur hann námi og hann vígist svo inn í nokkuð undarlegar aðstæður. Já, hann vígist til Vestmannaeyja og er þar prestur og kosið er hafið og hann var kallaður þar til prestsþjónustu því að þar var eldri maður prestur sem hét Þorsteinn Lúther og hafði áður verið sveitaprestur og gagnmerkur maður út af fyrir sig en þangað vígist karl
og tók miklu, þó væri þetta stutt, að tók hann miklu ástfóstri við Eyjafnar og kynntist eins og það er rakið í bókinni alveg ótrúlega mörgu Eyjafnar. En þetta var ekki lengi sem hann var prestur þarna, því að hann er svo ráðinn prestur í Hallgrímssókn og var þar komin náttúrulega mjög svo kunnuglega slóðir. Það er faðir sem hafði á þetta prestur og var hann ekki helsti forvígismaðurinn byggingu? Já, og svo höfðu þau, Katla og Kristín, búið tíma í íbúð sem Jakob Jónsson hafði átt á Leifsgötunni. Já. Þannig að þetta tengist það? Tengist allt saman eins og margt tengist á Íslandi. Já. Og hann var fastur prestur í Hallgrímskirkju og það var nú eiginlega að segja það að hans tíma í Hallgrímskirkju að þá er hann prestur sem verður náttúrulega mjög áberandi. Fyrst að það er hann náttúrulega prestur þarna þegar kirkjan er vígð að Pétri Sigurgeirssyni og ræðustóll Hallgrímskirkju hefur þá tilhneigingu ef að presturinn er góður að verða svona ræðustóll til þjóðarinnar. Að það er hlustað. Og það gegndi fyrir sama máli gegndi svo sem líka eftirmenn hans marga eins og Jón Dagbo Róbjartsson og Sigurður Árnason og einhverju sé nefndir. Já. Hann verður vinsæll prestur þarna. Ég á mjög sterkar minningar frá því þegar flóðin miklu féllu fyrir vestan 1995, sjóðin sameinaðist í þeim mikla harmi í friðargöngum sem kyndla voru borðnir, Vigdís Finnbogadóttir fór fyrir hópnum. Þar er Karl Sigurbjörnsson rödd kirkjunar og bænarinnar. Já, og þú segir rödd bænarinnar, hann var náttúrulega mikill bænamaður og eitt merkasta verk sem liggur eftir hann er að mínu mati bænabókin sem er þetta tekin saman að fyrirmynd sænskra bænabókar en hann þýðir þarna bænir og semur sáður og tekur íslenska bænir og þessi bænabók er í raun og veru bara klassík og ég til að hún sé nú þegar orðin klassík sko í íslenskum kirkjum og meðal almennings sem á þessa bók því að hún er það fjölbreytileg og velgerð og margar góðar bænir þar sem henta öllu. En þetta er svo nefnir mér að hann hefur orðið handlit kirkjunar á þessum sorgartímum þegar snjóflóðun fjallu, það er alveg rétt. Og ég sé þannig fyrir mér að það var einhverju sögum í Össurstræti nálægt Mokkahöllinni gömlu þar sem þau stóðu Vigdís og hann og fólk fyrir neðan með kyndla og það var snjókoma og það Vigdís flutti góða ræðu eins og hennar var von að vísa og Karl með bænahlutan sem var svo sjálfsagður og eðlilegur að allir gátu tekið undir og hann verður svona, andlit kirkjunar og kannski ekkert frálegt að einhverjir hafi á þessum tíma hugsanlega sér að hann yrði einhver tíman biskup. Þetta gerist þarna 95, maður spyr sig af hverju er sóknarprestur Hallgrímskirkju kallaður á vettvang en ekki biskup Íslands. Það er nú mál sem að verður kannski ekki rauður þráður en vegur þungt allavega undir yfirborðinu í seinni hluta ævisögu Karls. Það er þetta Ólafsmál eða Ólafsmáli sem þú nefnir.
kann það að vera skýringin inn í að Karvel þarna andið kirkjunar að menn hafi ekki treyst sér til þess að kveða biskupið sjálfan á vettu? Það má vera og þetta 94-5, ekki satt? Já. Og sko þessi Ólafsmál voru farin að krauma miklu fyrir en þau komist í hámæli. Og ég held að sem prestur þá hafi maður fengið mjög fljótt einhvern pata að þessu og ekki svo sem vita hvað þetta snerist. En það var einhver staðar eins og sagti þarna úti eitthvað að gerjast. Og þetta voru þá svo sérstök mál og sérstakar ásakanir á hendur æðsta manni þjóðkirkjunnar að menn hlupu ekkert af stað. Eflaust hafa menn verið mjög hikandi og á báðum áttum og ekki vita hvernig ætti að taka á þessu. Og það 30 á liðin síðan maður líka að velta því fyrir sér þetta annað samfélag en í dag. Já, þetta myndi gerast með allt öðrum hætti núna, en þetta var algjörlega nýtt og reyndist náttúrulega öllum erfitt að sjálfsögðu Ólaf og fjölskyldu hans mjög erfitt, en öllum öðrum sem voru í kirkjunni og svo ekki sér talað þær konur sem áttu hann í hlut og voru að ásaka biskupinn mjög svo alvarlega og læpsamlega hluti. Og Karl flækist í raun inn í þetta mál snemma, þar að segja að ég veit ekki hvernig þetta orðað að það eru það konur sem leita ásjálf hjá honum eða leita undir hans vendarvæng í einhverju mynd. Já, sko Karl var í kirkjuráði þegar þessi mál komu og Ólafur hann bað kirkjuráðið stuðningsyfirlýsingu og kirkjuráðið samþykkti stuðningsyfirlýsingu alveg á sama hátt og hann bað prófastafundi stuðningsyfirlýsingu og þeir greiddu allir atkvæði með stuðningi við hann nema einn prófastur, Einar Þorsteinsson sem var á Austurlandi. Þannig að menn í þessum stöðum, prófastar og kirkjuráð, voru svo sem á báðum áttum en tóku svona afstöðu í einhvers konar ályktunum, nú man ég ekki hvers konar ályktan þetta voru í raun og veru, nema það eitt að ályktun kirkjuráðs, hún var talin af rannsóknarnefndinni sem fór ofan í mál Ólafs, sko vera sem sé ekki við hægri að kirkjuráð hafi þar barið fram úr sér í stuðningsyfirlýsingu við biskupinn. Það hafi verið mjög svona, alvarlega eitthvað svona íhlutun með þessari stuðningsyfirlýsingu inn í málið. Og Karl horfðist í augu við þetta síðar og reyndi að rétta sinn hluti eða rétta hlutura sem að talið var að hefði verið gert á þarna. En ef við förum aðeins áður en kemur að biskupskjörinu, því að lokum frökklast Ólafur Skúlason úr embætti vegna þessar ásakan eða þessara mála. En áður en að því kemur tekur Karl Sigurbjörnsson þátt í vígslu biskupskjör í Skáholti. Og það kannski, mig rak nú kannski í rogastans við það þegar hann gerir það mál upp í bókinni, því að hann fór með hálfum huga inn í það, tekur þó slaginn, tapar í kjörinu, tekur það inn á sig að eigin söfn, en heitir sér því að afloknu biskupskjöri að hans þjónusta ætti að vera í prestsþjónustu í Hallgrímskirkju en ekki á vettvangi yfirstjórnar kirkjunnar. Þú hefur vantarlega
Þess að þú hjóst væntanlegt í þessum Já, ummælum eins og ég. já, en það náttúrulega svo þegar menn tapa kosningum að þá fer þetta margt huga viðkomandi manna og menn hugsa með sér jafnvel bara eins og þessu tilviki aldrei aftur, hér á ég að vera það sem ég en svo breytast aðstöðu, svo kom önnur tækifæri og ég held það að þegar Ólafur hætti að þá kom þetta tækifæri fyrir Karl að menn voru að leita eftir traustum biskupi, góðum predikara, manni sem væri ekki umdeildur, hann var ekkert umdeildur og jafnvel þótt hann hafi setið á kirkjuþingi að þá var hann yfir friðsettan maður á kirkjuþinginu og fór ekkert svo sem mikið fyrir honum og svo í þriðja lagi að þá sáu menn held ég einhvers konar mynd gamla mannsins, föður hans í honum og hann var biskup á þeim tíma þegar kirkjan naut mikillar virðingar og sem bindist á karisma Sigurbjörns. Þannig að þetta var að hluta til held ég svona ákall til hins fyrra með þó nýjum manni sem eins og ég nefndi áðan hafði mjög arti bröðs að bera að vera biskup og rætti þessa þjónustu mjög vel en það komu náttúrulega erfið tímar og þar gerði mistök og hann jafnaði þau og hann byrst þráfallega afsökunar á ummælum brjónaband samkynhneigðra ösku sögunar. Hreinlega fyrirgefningar. Já, og hvað eftir annað, en það náði aldrei í gegn. Og það stundum svona í samfélaginu að einhver orð bara ná ekki í gegn. Men vildu að hann stæði býð orðið. Já. Öskuhugur sögunar. Til þess að hluta til að hafa einhvern að ég held högstað á kirkjunni. En svo kemur hann bara fram sem venjulegur kristinn einstaklingur og byggðist fyrirgefningar á þessum horfum og hann gerði það oft að neðusn en fyrir náði ekki gegn og hann segir frá því og hann var náttúrulega skiljanlega mjög sári við því. Og það var náttúrulega eitt hluti af þessu erfiðleika tímabili hans í kirkjunni. Það voru málefni samkynhneigðra eða hjónavígsla samkynhneigðra. Hann kjörinn biskup 1997. Já. Það 16 árum eftir að faðir hans lætur að embætti. Hann hafði gegnt embætti biskups í 22 ár, þannig að þetta spanna nú drúgan hluta 20. aldarinnar. Hann fer inn með þetta góðum óskum og miklum vonum, tekur við í áspyrjun 1998 ef ég maður rétt. Og 98. En það eru þarna þessi tvö mál sem að mandi Karls sjás yfirskikja dálítið hans tiltölulega lungu biskupstíð líka. Hann situr í Sláttur deila 12 og 2012. Það 1,5 áratugur. Er það rétt metið hjá að þessi mál svona markið að skilgreina hans biskupstíð? Þá ég að vísa í afturgengið mál Ólafs Skúlasonar og síðan þessi átök sem urðu vegna deildra meininga hjónavígslu samkynhneigðra. Já, fyrst voru það nú þessi mál hjónavígslu samkynhneigðra og það var náttúrulega flokkadráttur í kirkjunni og skipta skoðanir og hann tekur sér stöðu á íhaldsamari arminum og svona mjög hikandi og lætur svo þessi óheppulegu ummæli falla sem verða svona dálítið svona aðalpúlturinn í allri umræðinni. Já, skilgreinir hann alla bara. Já, skilgreinir allra umræðuna
og hann svo bara gerist í pólitík og hann komst ekki út úr því. Þetta fylgdi honum eins og draugur. Og hitt málið sem bankað upp á og við nefnt hér eru Ólafsmálin og þau reyndust náttúrulega mjög svo snúin. Og það gera mistök sem hann alveg áttar með þetta bréf Guðrúnar Ebbu sem var stungið hon í skúffu og ekki skrá strax í bækur biskupsstofu og síðan rekur hann reyndar samskipti sín við Guðrúnar Ebbu og Dóttur Ólafs sem ásakaði hann glæpsamlegt athæfi gegn sér. Og hann rekur samskipti sín og hann var fyrir vonbrigðum með þau samskipti. Hann segir frá því að eftir að hún hafi fengið áheilt kirkjuás þá vissi hann ekki betur en að þau bara skilið í mjög svo góðu. En svo kemur bara allt í ljós að það var ekki svo einhvern veginn að hennar áliti. Og svo var náttúrulega frægi Kastljósþáttur þar sem þessi mál voru rædd. Og hann lét út úr sér orðin að hann reyndi ekki það sem þessar konur segðu og þetta var líka tekið strax upp, bara þetta orð að rengja. Hann reyndi ekki, við rengi eftir það sem það segja. En þannig er þetta ekki að lýsa því yfir að þú hvífur þeim beitt. Já. Það er ekki nægilega steft kveðið að? Nei, það fór þannig út til fólks að ég veit ekki hvort það verið að því að fólk bara skildi ekki þetta orðatiltæki að þegar fólk segi ég rengja nú ekki. En það vildi hann segði ég trúði. Og hann sagði það reyndar svo seinna í blaðaviðtali í Mokkanum að hann tryði konunum. Og það var reyndar eftir þessi umhældi í Kastljósþættinum sem fóru svona illa í marga og fólk einhvern veginn slengdi því á hann tryði þið ekki og hann stæði sem sé með hinum meinta ofbeldismanni. Þetta gerist á þeim tíma slaufunamenningarinnar þar sem að krafan var að trúa öllum ásökunum. Og við ávildu taka úr sambandi reglur réttaríkisins að menn séu saklausir sektir sönnuð og annað þeimdu og varum ekki einfallega gríðalur vanda á höndum út af því að þessi mál voru eins og þau voru ekki Ólafur fallið frá þessum tíma þegar seinni bylgjan að þessu kemur. Jú. Hann eiginlega í hálf vonlausu stöð. Jú, hann fallið frá ef ég maður rétt þegar og dóttir hans kemur með þessar ásakanir. Misnungun, þá hann fallið frá. Jú, hann náttúrulega sko sem biskup og náttúrulega í þessari stöðu embættismannsins í forsvari fyrir kirkjuna og stendur frammi fyrir þessum ábyrgði á hendur forvera sínum og honum náttúrulega mikill vandi á höndum. Það eins og þú segir það hafði engin dómsmálsmeðferð farið fram. Þetta voru ásakanir og þeir sem stóðu þetta með konunum sögðu þær einfaldlega, þær ekki að ljúga svo, þær ekki að spinna þetta upp og að hverju ætti þær þá að vera spinna þetta upp. Og það alveg auðvitað löggilt spurning, að hverju ætti fólk að vera að gera það sem barokksku venjulegt fólk að fara stimla upp ykkur og sögur. En það er engar formlega svona réttafastlega sannanu eins og kerfið vill fá til þess að taka ákvarðanir. Þannig að hann auðvitað svona sennilega, og þetta bara í sjálfur hefði ekki verið svona tvístígandi hvað eigi að gera. Og á sama tíma einn af prestum þjóðkirkjunnar sonur Ólafs sem stígur fram
og föður sínum til varn. Já, Þannig að þarna var þrátt fyrir að Ólafur hefur verið fallinn frá, þá efna orð gegn orð. já, það er orð gegn orði og það eru flokkadrættir auðvitað í kirkjuvegi og síðan er fólki í fjölskyldinu og þetta er náttúrulega fjölskylduharmleikur þessara fjölskyldu og sömuleiðis fjölskylduharmleikur þessara kvenna sem í hlut áttu á ásökuðu biskupun þetta. En hann er svona, finnst mér tvístígandi og þó svo hann segir þetta í viðtalinu Morgunblaðið að hann hefði trú á konunum. Svona eftir á, það var svo mikið langur tífi liði. En hvað þýddi það í raun og veru? Það þýddi það svo sem meinti brotamaður var látinn og það var farið að velta auðvitað fyrir sér skaðabótum og það voru skaðabætur greiddar. En þessi mál og sérstaklega Ólafsmálin, þau fella hann úr biskupsembættinu eða hann fara að segja hann tekur þá ákvörðun að honum sé ekki stætt lengur að sitja í embættinu 2012 fára 65 ára og hann kemur inn á það í sínum æviminningum hvað fjölmiðlarnir sóttu hart á honum og væðarlaust og það var sérstaklega hér DFF sem var með miklar fyrirsagnir gegn honum, Karl Burt og meiri hluti bresta við Karl Burt og svona framvegis og þannig að hann var algjörlega í skotlínu fjölmiðlanna og þetta var náttúrulega, getur maður sagt og útsett fjölmiðlamaður Stefán Einar að þetta var svona efni fyrir fjölmiðla sem þið alveg nutu þess að vinna með. Ég sérstaklega á pressu og Reynir Traustason eins og hann er innréttaður. Hér ein forsíða Helgarblaðs DFF 15. til 19. júní 2011 málið sem klífur kirkjuna Syndir Karls. Hvernig andlegur leiðtogi þjóðarinnar brást þolendum kynferðisofbeldis og heldur áfram að bregðast. No. Og þetta er ekki neinn smáræðis orð. Þetta eru rosaleg. Sem eru þarna á forsíðu þessa blaðs og ósann. Já. Og því að hann heldi í sinni stöðu hafi gert það sem hann gat og það sem hún brást, hann baðst afsökunar á því og hann sá að sér og síðan reyndar ég held með hagsmuni kirkjunar og kannski sálarheill sína líka í huga tekur hann þá ákvörðun að hætta sem biskup. Hitt málið varðandi hjónavist og samkynhneigðir að það var hart sótt að honum og málsmetari prestar sem að sóttu að honum á fundum opinberum og ekki af mikill og fádæma hörku. Eitt af því sem maður tekur eftir og er æpandi því að Karl nefnir alla á nafni í bókinni og húsdýrin sem hann unni í sveitinni og Stokkseyri og hvaðina. En þegar kemur að þessum málum innan kirkjunum og þessum mönnum sem hann taldi að hafa unnið hvað harkarlega skegg sér, þá nefnir það á ekki hana. Nei. Það vekur athygli og sérstaklega frásögn hans af fundi sem var haldinn í Hafnarfirði og þar sem var verið að ræða þessi mál að þá var mjög hart sótt á þeim og Gífuryrði látið falla og hann, ég var náttúrulega á þessum fundi að maður henni sagt frá honum. En þetta var, ef ég maður rétt fundur sem ekki styrist hjónavígslu samkynhneigðra, heldur Ólafsmálin, þar að segja bréf Guðrúnar Ebbu og hennar fund með kirkjuráði og hvernig biskup brást þar við. En þarna var mjög sótt illa að honum og ástæða þess að hann nefnir ekki nöfnin
held ég að sé einfaldlega af umhyggju fyrir þessu fólki. Ég held það. Og það er annars svona mál sem hann minnist á í bókinni og hann nefnir ekki nafni viðkomandi prests og ég held að í báðum tilvíkunum sé að ræða ákveðna umhyggju fyrir þessu fólki. Bara mildi. Mildi og hann var maður sátta og var sko held ég vildi ekki standa í neinu svona stappi við fólk þó hann hefði sína skoðanir af fólki en hann var afskaplega vinsamlegur maður og mildur og þægilegur og hefur ekki vilja hvað maður að segja með því að nafnin þetta fólk koma höggi á það og láta þetta vera einhver svona kreðju hans til þess. Hann veit það náttúrulega þegar hann skrifar þetta að þeir sem lesa á voru þessu fundi vita hverju þetta voru og það er kannski bara honum rót. En það er fólk sem að skamma sín ekkert fyrir það mætti meðal annars í útför hans í Hallgrímskirkju fyrir aftur okkar gikið og var eftir því tekið við það. Já, það er alveg rétt sko. Það svo sem með allir fylgja öllum og það er svo sem ekkert við það að aðtuga, það verður hver og einn að gera við sig. En hann segir frá því og það er mjög athyglisvert að það er ekki verið að ljósta neinu þó að þessi séð úr tölvubrefi sem hann sendi því að það er komið á prent í bók sem kom út fyrir 3 árum og hann segir hér í tölvubrefi til viðkomandi prests: Ég fór sár og niðurlægður af vettvangi kirkjuna minnar. Þetta segir hann og þetta er í fengstu við málefni samkynhneigðra. Og hann notar orðið niðurlægð. Það nú svipuð orð og fyrir biskup þóttaði líka. Ég var niðurlægð, sagði Agnes M. Sigurðardóttir Þegar hann léti af eftir. Þegar skömmu eftir hann léti af embætti og hann niðurlægði kirkjuþingi og þetta eru auðvitað túlkanir þessari biskupa á stöðu sinni og tilfinningum að hafa verið niðurlægðir og það er náttúrulega er kannski þetta svakalegt en þó bara óskup mannlegt að því að kirkjan er bæði buðleg og mannleg stofnun að hún niðurlægir og niðurlægir fór ekki að sína á sama hand hún elskar þá og það er sagt einnig verið óbarið biskup og biskupar fá að kenna á ýmsu þegar þeir eru í embætti og það er svo sem vorkenniði enginn vegna þess að þeir eru að eigin áliti og annara kallaði til þessari þjónustu. Þeir kóðu sér í þetta sjálfur. Já, og það er ekki neitt hérna rauður flauelsóti sem býður alltaf. Það er eitt og annað sem býður sem er sumt óviðráðanlegt og eitthvað það sem hún gerir mistök, stígur í hverja keldan og hættur annaris og sumstaðar tekst þér vel en kirkjan er náttúrulega svo hver önnur manni stofnun svona átakasæði. Það er skipta skoðanir þó að allir sé að vinna við sinn póstab og hagnaðareigandi en þá er líka kirkjupólitík í gangi og þá kemur sem sé insindu jata, svona notið það gapa orðfæri, uppi í hverju manni. Já. Og það verða menn, jafnvel þó þið séu skilðir að bara horfast í augu við að býður þeirra. Ertu sammála því þegar þú horfir yfir nú hefur Karl lokið sinni lífsgöngu, hann skilur eftir sig þetta verk. Er hann niðurlægður? Mér finnst hann, ég veit ekki hvort maður geti lesið að hann dramatísari þetta of, það hefur þetta fengið á hann persónulega en þegar maður horfir yfir lífsferilinn og biskupstíðina
mörg afreikin sem unnin voru, biblíuþýðingin 2007 og annað í þeim dúr, mátti ekki kalt bara vel við unna? Ég held að hann hafði mátt mjög vel við unna og menn konu til að meta hans biskupstíma sem farsælan tíma, ágætan tíma þó að mörgum megi að sjálfsögðu finna. Eins og alltaf er. Já. En þessi orð sem ég las hérna á hann, þetta er hans mat, þetta er hans tilfinning og þetta er kannski einhver tilfinning á einhverjum tímabóti en þó hún fylgir honum, því að það kemur líka fram í bókinu þó hann notið til orðið að ég maður rétt niðurlega að hann var mjög sár eftir öll þessi átök og honum fann honum verið gert rangt til. Jú, og hans segir með einum öðrum hætti og finnst mér þegar ég hugsa tilbaka frá lestrinum oftar en einu sinni, ég hefði aldrei átt að verða biskup en það var röng ákvörð að taka að mér þetta verka. Já. Eins og eftir vígslubiskupskjörið Spálóta segir, ég hefði betur hlustað á mínar eigin rafvíkingar. Já. Það er bara of seint því að auðvitað fylgir því að vera biskup að vera í forystu og hann var mjög hæfur til margvíslegar forystu í kirkjunni og hann var góður predikari en svo koma mál sem eru snúin og sem þú fellur kannski á eða þú tekur ákvarðanir sem eru réttar en kannski mjög uppdeltar. Já. Það er bara svo í mannlegu félagi. En ég held þegar maður lítur yfir ævisöguna sem svo stóð nefna á það og það sem hann áorkaði í lifanda lífi þá getur við sagt sem lifum að hann megi vera mjög sáttur og að veri bein sem ágæts biskups. Hann var farsæll í sínu lífi. Farsæll og það fylgja því náttúrulega alls konar átök að vera í forystu og við því er ekkert að gera og ef að tíð þín í biskupsembætti eða öðru ykkur fram á embætti er áltakslaus þá er það voru skrítið embætti. Já. Ég veit ekki hvað það væri. Tómas Guðmundsson orti af Skúla Fógeta og sagði því 1000 stormar standa á þeim stofn hæstur gnæfir að kynnist lítt sem þá sem lægsta kjarfi hæfir. Já. Er það ekki einhver sem menn sem bjóða sér fættir biskups þyrftu að hafa í huga? Jú, þetta er verið sagt og já. En það má nefna það því við erum að tala ævisögu og það kannski fer að ljúka þessu spjalli okkar Stefán Einar að ævisaga biskups er alltaf svona ákveðin viðburður þegar hún kemur út og því að við erum bara með einn biskup hér í þjóðkirkjunni meðan hún telst enn vera þjóðkirkja með meiri hluti þjóðarinnar er í kirkjunni og það telst alltaf svona ákveðin viðburður þegar út kemur ævisaga því að margir kannast við manninn eins og sagt er við með misjöfnum hætti og síðasta ævisaga biskups sem kom út var ævisaga Ólafs Skúlasonar sem við nefnum æviþættir sem Björn Jónsson skráði og svo kom náttúrulega út ævisaga Sigurbjörns Einarssonar biskups sem var líka mjög merkileg saga. Eftir Sigurð Magnússon. Eftir Sigurð Magnússon og svo komu svona æviþættir sem Pétur Sigurðsson skrifaði og nú það kom út ævisaga Besks biskups 19. öldinni upphafiðinnar Þórhallsson Bjarnasonar sem Óskar Guðmundsson skrifaði
Og þá hafði ekki komið út sko ævisaga biskups síðan ævisaga Péturs Péturssonar biskups kom út og Þorvaldur Thoroddsen Tengdason að skrifa þig. En sko biskupar alltaf ákveðin svona samfélagsleg stærð í þessu veraldlega samfélagi sem við lifum í. Og þeir hafa ákveðna sögu að segja sem tengist bæði einu heila sviði, samfélagsins, getur þess að kirkjunni og svo einu veraldlega. Og sú sýn, hún snerti mjög marga. Ekki bara held ég fá einstaklingar sem telja sig vera kristnir, heldur líka hina. Við getum held ég hér í lok okkar spes fallist á þann sameiginlega dóm að við erum þakklátir fyrir þessi bók kom út. Já, mjög svo þakklátur að sammála því og því að þetta er góð bók og saga sem varð að segja og kannski á köflum hefði hann mátt vera afdráttarlausari að hyggju margra. En ég held eins og ég segja, hann gerir það að virðingu og svona vinarhug og svona mildi að vera ekki að skjóta á einhverjum með nafni. Hann leggur þessi mál fram og á borðið en eitthvað segir mann að þau séu ekki að fullu uppgerð einmitt vegna þess að það eigi hlutlausir eða kirkjusakfræðingar eftir að þurfa að reykja sig í gegnum þetta með einhverjum hætti. Já, og þetta er náttúrulega gott að nefna kirkjusakfræðinga því að þetta er náttúrulega líka hluti þetta kirkjusugunni að biskupar segi söguna því þeir eru í brotti fylkingar en þeir segja ekki alltaf alla söguna og það er bara verður líka að hafa því hugandi sjálfsævisaga og þetta er ekki kritísk ævisaga þannig að hún væri öðru í vísi ef annar hefur skrifað hana. Já. Og kannski mun einhver skrifa sögu hans eða sögu kirkjunar þar sem farið verður von í sögu Karls því að þetta er merksaga og hann leggur sitt fram og fyrir það bara ber að þakka og svo segi þetta er bara með í einföldum orðum, þetta er fín bók og hérna mjög svo upplýsandi margt og vel skrifuð. Sigurhreinn Hákonarson, ritstjóri Kirkjublaðsins sem ég hvet fólk til að kynna sér á netinu. Þakka kærlega fyrir þetta upplýsandi og góða spjall Karl Sigurður. Takk fyrir sem við, Stefán Hellar.